Verkefni 2 svipað og verkefni 1 að því leyti að það á bara við HTML og við þurfum aftur að færa inn gögnin inn á notendasvæðið okkar. En núna ætlum við að gera aðeins yfirgripsmeiri vef sem á í raun að vera síða með forsíðu og 3 öðrum síðum. Hér eru copy-paste upplýsingar úr fyrra verkefni sem ég átti að laga en forsíðan ætti í raun bara bjóða þið velkomin með þessum titli hér og hafa síðan valmynd yfir á hina síðurnar. Ég mun setja inn skjámyndir fyrir það hvernig þetta ætti að birtast á morgun. Þannig að þið sjáu aðeins hvernig svona mín lausn, hvernig þetta lítur út þar. En þið ætlum síðan að búa til valmynd eins og við vorum að skoða núna í fyrirlestri 2. þar sem við ætlum að reyna að vísa á allar þessar hérna 4 síður, forsíðuna, skráningaforsíðuna, töflusíðuna og textasíðuna. Og þegar ég inn á einhverjar ákveðnu síðu, þá á sú síða að vera feilletruð og við ætlum ekki að hafa tengil á hana. Síðan sé ég hérna, það er klikkað hjá mér að committa möppinu með pages, en ég mun setja inn tómar HTML skrár fyrir allar þessar hérna síður sem þýðir síðan að fylla út í. Ég geri það bara núna á eftir. Síðan fyrir neðan valmyndina þá að vera lárétt lína til að aðskilja milli efnisins og valmyndarinnar. Síðan fyrir hverja eina síðu þá að vera síða með skráningaformi og þá var það formi sem við vorum að skoða núna í fyrirlestri 2 og þetta eru skilgreiningarnar fyrir það þar sem við ætlum að vera með einhverja staðsetningu sem svona select listi og það eru gefin gögn hérna fyrir postnúmer þannig að þið þurfið í raun að taka þessi hérna gögn og vinna úr þeim. En þetta aðalega gert til þess að þið farið að fikta ykkur aðeins áfram með textaritlingar. Þannig að núna tók ég allt þetta, ég kopíaði þetta. Núna ætla ég að opna hérna bara nýtt skjal og þá sé ég að þetta bara þetta skjal hérna. Ætla ég að fara hérna efst, ég ætla að fjarlægja fyrstu línuna. Ég ætla að velja þetta allt með Command A eða bara Selection, Select All. Síðan ætla ég að segja add cursor to line ends. Nú fæ ég cursor á hverja einustu línu. Og þá ef ég nú nota command pílu þá fyrir byrjunina. Þannig að ég ætla að segja svo að því að öll hérna númerin eru 3 stafir. Þannig að ég ætla bara að fara 1, 2, 3 og ég ætla svo að gera einn hérna og ég ætla að gera bara bil og síðan ætla ég að fara áfram, en reyndar þá hérna sjáum við að það eitthvað hér sem ekki, það ekki bara eitt orð. Þannig að við ætlum að fara aftur hérna og við ætlum að skrifa bara option og svo ætlum við að gera svona og svo þurfum við eitthvað smá lagfæringar, við getum bara lagfært það eftir á. Gerum við hérna option, svo getum við bara farið hérna og visualt lagað með því að færa svona og síðan í lokin þá getum við sagt bara þá getum við valið hérna og ef við hittum á Command Alt við gerum hérna niður og getum bara farið svona niður hérna ætla að henda til þessu hérna og svo förum við hérna og við getum í raun gert svona og tryggja það sem ég ætla að gera svona og ég get hent. Þannig að ég get bara með því að leika mér hérna í ritlinum get ég á mjög með litlu efforti fært þetta yfir í raun að vera optionin fyrir selectið. Þannig að þetta er í raun góð leið til að læra þess inn á editorinn og nota hérna selection og þetta hérna og jafnvel find og replace sem er líka hægt að nota og þannig getið þið verið fljótarinn að fara í raun í gegnum 194 línu fyrir línu og skrifa þetta út einu sinni. Síðan er önnur síða sem þið ætla að setja upp sem inniheldur töflu yfir veðurgögn. Þá er þetta svipuð pæling. Það eru hérna gögn frá Veðurstofu Íslands sem eru í meðalhiti.txt og hérna ætla ég að færa þetta yfir í töflu þar sem ég ætla að taka ár, mánuð, T sem er meðalhitastig, TX sem er
hæsti hiti og TXX, og TXX sem er hæsti hiti yfir dag í mánuðinum. Og þið ætla að setja þetta upp í töflu og að lokum ætla að vera með síðu sem að tekur gögnin hérna í veður MD sem er fengið að láni eða fengið frá Veðurstofu Íslands og þið ætla að færa þetta úr Markdown yfir í HTML. Þannig að þá sjáum við hvernig þetta er Markdown hérna með myndum og linkum og þið ætla að færa þetta yfir í HTML. Hvernig þið gera það er bara ykkar að velja. Þið getið gert það í höndunum, þið getið gert það einhvern veginn öðruvísi. En þetta er verkefni 2 og það skilast eins og verkefni 1 sem zip-skjal inn á Canvas. En það er í seinasta lagi fyrir lokdags mánudaginn 8. september. Þetta á að vera þriðjudaginn 8. september. Þetta er verkefni 2.